Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Are you ready now? Kæru hlustendur, það er komið árið 2020, föstudagurinn 3. janúar og FM 95 Blu hefur hafið göngu sína á þessum yndislega föstudegi. Auðun Blöndal heiti ég og ég er í mínu sæti. Örgla margir auksabítu, ætlu þeir ekki verið í frí? Nei, við erum vinnualkar og við erum mættir á okkar stað. Beint á mótinni sitja 2 kumpánar, annar er í dúndurformi, hinn er, hann er með skegg. Gefa honum það, því að sá sem er í dúndurformi, hann vex ekki skegg. Ég ætla að byrja á sjöttamanninum, besta sjöttamanni deildarinnar, Steindi Junior, hvernig erstu? Ég hef bara aldrei verið jafn góður. Ég er fyllandi fínn og fróðandi góður. Það er gott, veistu það, ég er búin að vera peppað fyrir þættinum allan dag. Við erum búin að vera í ágætis jólafríi. Já, við erum Ég er náttúrulega mistað þættinum að það réttur í jól. Já, en eins og þú sagðir, þú veist að við séum komir aftur og ég geði ykkur stuði og þið heldur kannski að vera með fríi. Það er samt bara, þú veist, það er 3. janúar, það er allir farnar að vinna aftur. Ég veit að ég segi nú bara svona, það var engin ástæða fyrir að við áttum ekki að vera í beinni útsendingu í dag, sko. Þú mistir að jólaþættinum á hverfi. Hann var þetta rosalegur. Ég reynda var hérna upp í dansinum að ég hlustaði mikið á hann í símanum og hann var skemmtilegur. Já. En eins og ég heyri það, þá var fyrirlið þáttanins mættu líka. Kallaði sig Gilsinegger, hann ætlar að fara að vinna aftur með það. Hvernig ertu, Gilsi? Komin og frí. Komin og frí. Gilsinegger hefur aldrei verið betri. Það er gott að heyra. Ég veit, ég ætla bara að leggja þessu orði. Aldrei verið betri? Nei, Gilsinegger, ég ætla ekki að starta því aftur. Ég er búin að retire á því. Já, ertu ekki bara orðin skýrhausinn, er það ekki þú? Það var frábært. Egil, ertu ekki búin að vera að vinna svolítið? Egil Einarsson, hvernig var það? Taka bara upp svolítið núrstubarónin, þú ert virtur rithöfundur í dag. Já, svona, þú veist. Rithöfundur? Ég er reyndar metsölur margfaldur. Já, metsölur. Egil Einarsson, Þjálfaranafni mitt á fjarþjálfun.is er Egil Einarsson, sko. Mér finnst það líka bara fínt nafn á þig, sko. Thank you. En það heitur það? Ég með að segja, ég er í bodybuilding-spjalli í Íslandi í dag í kvöld. Ok. Já. Lesa hans yfir þjóðinni. Heldur það. Já, og fólk þarf að gera þessu. Allir búin að vera latir. En ég ætla nú bara, það var svona stutt. Hvernig höfðu það verið hátíðarnar? Var þetta ekki bara same old, það er veskeiður hún? Bara talandi formið, ég hef aldrei verið að bjúaður. Ég er bara mjög bjúaður í dag og ég er bara búin að vera. Ég verð að lega hlustendum að heyra. Ég mátti ekki taka mynd af andletuna að ráðana því þú ert svo bjúaður. Já, ég er bara mjög bjúaður, alveg vægarsagt. Hvað ertu búin að vera að geta? Ég er búin að vera að geta mjög saltan mat, öll jólin. Eitthvað snakk eða? Já, snakk og konfekt og búin að drekka mikið bjór. Ég er búin að södra svolítið heima Hvaða bjór ertu búin að vera? Bara mála tóveggi og svona. Veistu þú getur fengið menn í það? Já, en ég er bara mjög bjúaður. Þú veist, þannig er bara staðan á mér. En ég er að koma aftur. Og ætlar í ræktina, hvernig væri að Gilsir myndi nú taka því í keppni? Já, við höfum nú oft rækt af ég er bara, ég veit ekki hvort ég hafi metnaðin ég var að mæta daglega Eina sem hræði mig líka því að þú sagði mér einhvern tímann og það varst ekki að grínast ef þú myndir einhvern tímann keyra þetta almennilega í gang og þá myndir þú fara að stera. Já, ég myndi ekki hika við það þú veist að það er ólöglegt, sko. Já, þetta er bara ólöglegt efni sem þú veist að segjast allir fara í. Ólöglegt og ekki ólöglegt. Hvað ætlaðir aftur á Anadrol, nei, hvað heitir það? Já, bara Klembuterol og Anadrol og Testa, asíska bóla. Ég myndi basically bara þetta er í blandi póka fyrir mig. Þú væri þetta rosalur myndir bölka svo vel upp. Það væri bara eins og Björki Tóri því félagið þetta verið saman. Ég er þið rosalur. Ég er þið svolítið eins og fermetirinn, sko. Þegar ég er nú ekkert hár, ég er 1,78 og ég er þið svona svipaður á breidd líka. Það er þið svakalegt, sko. Ég verði til að sjá það. Já, það geta alveg dott inn. Þú ert alltaf velkomin, sko. En ég býst þetta ekki við símtöluna. En já, takk fyrir það. Ég er alltaf á leiðinni. En ert þú að bjóðar eftir hátíðarnar, Egill? Já, ég leiði mér aðeins yfir hátíðarnar. Ég vil líka fólk gera það. Ég er ekki að sjálfur segi og að fólk hefur verið í bringunum yfir hátíðarnar. Fólk bara reyfa þér aðeins og það er út að reyfa það samt. Það er líka gott trikk sem ég var nú að reyna að kenna Rikka en það gekk illa því að það er bara eins og einhver hafi blásið hann upp eins og dekk síðustu vikur, sko. Ég var að reyna að kenna honum, það er gott að taka pínu af þér fyrir þetta. Þannig að þú ert alltaf að bæta slatta á því. Þú ferð alltaf yfir. Taka aðeins þannig og eigi píninni, sko. Er hann alveg agfittur núna? Já, hann hefur verið í betra standi. Ég er búin að lofa, ég ætla að hjálpa honum að taka hann í gegn. Hann bætti einhvers konar heimsmet þegar ég kleipa hann í byrjun júní og hann var 19% og ég kleipa hann síðan í ágúst og hann var 30 og fór 11% upp á einu mánuði og innan við 3 mánuðum. Þá er bara eins og sért með majónis í æð. Ég hef aldrei séð það. Það var engin komin nálægt þessu og svo ég er búin að klípa bara góða prósent af þjóðinni. Veistu hvað? Ég hef aldrei séð neitt. Nei, þetta er líka ekkert eðlilega mikið. Ég man líka eftir þegar þú varst að taka Rikki gegn, þá man ég eftir að hann var alltaf
að svindla svo asnalega á sjálfum sér, af því að hann var alltaf að svelta sig einhverja 2 daga áður en að kom til inn í mælingu. Þannig að þú veist, þessar mælingar voru gjörsanlega út úr kú. Reykir svona skólabókardæmi það svo ekki að gera. Já, sko, reyndar í skólabókardæmi hvað þetta ekki að gera er það sem Steindi stakk upp á við hann daginn, hann ætti bara að éta hráan kjúkling. Það er ekki, þetta blása svo lög, okkur étur ekki bara hráan kjúkling. Ég er samt sko, þetta er ekki grín. Salmonella, kamfilobakter, pabbi mig lendi í þessu, allt skemmt á endur út á Portugal, ég er ekki að tjóka. Hann misti ykkur 10 kíló, var ekki svona reyna, hann er svona bjúað kalla eðlisveri og hann misti 10 kíló eða eitthvað, var samt alveg svona nett sátt við það. Hann var aldrei í lífsætti sko. Þetta getur verið stór hættulegt. Já sko, ekki held, er þetta hættulegt 2020? Ég spyr Egill, þú veist þetta betur. Og líka skeiti í sig einhverju búðu í Íslandi. Það var út af henni. Þetta var ekki sama, þetta var sama koncept. Hann fekk kamfilobakter. Þetta var sami. Hann var búin að liggjandi heima og búin að missa 8 kíló eða eitthvað á þeim tíma. Var alveg orðið máttlaus. Ákvað að henda sér út í búð og þess að gerist þetta. Ég veit ekki það skeitan í sig. Salmonellukúrin, ég hef ekki sleppu og mæla með því. Og líka bara hversu slæmt væri það ef þetta væri önnur saga á Steinda heldur en hinn. Þetta er sama sagan, hann kom heim. Þá þurfti bara einhver að panta fyrir mannin ef hann kynni ekki að borða hann. Ég veit ekki, sleikja hráan kjúkling eða henda sér á íbúfengkúrin. Ef þú vilt gera þetta hratt. Rikki er að fara í veðmál núna við Money Sim sem tengist brennslunni og eitthvað svona. Þeir eru að fara í bett og bara peningur undir. Ég er að fara að klípa á. Þetta er bara sagan endurlaus. Ég er satt alltaf að sjálfsögja að hjálpa þeim. Ég ætla að hjálpa Rikka því að Já, maður verður að hjálpa honum, hann getur þetta þegar hann ennur þessu. Síðan kemur bara golf sumarið. Já, hann er rosalegur. Ég veit það, hann er rosalegur. En við erum með svaðalegan þátt fyrir ykkur í dag, kæru hlustendur. Við ætlum að byrja árið með kvelli. Það er bara þannig völva FN95 blöð. Hún á sínu stað og Egill, það er svolítið, þú er svolítið verið í sambandi með henni fyrir okkur. Já, sko ég hef rótir af völvum. En fyrst að síðasta völva einhvern veginn var með svo margt rétt að ég ákvað að vera með sömu. Var hún með rosa margt rétt? Já, mást ekki í fyrra þú sagði að þú myndir sprauta inn og eignast krakka. Já, þetta hefði getað kannski orðað þetta smekla. Var það ekki eina Það var rétt hjá henni. Var það ekki eina sem var rétt hjá henni? Nei, það var hellings. Hún sagði reyndar að Rikki myndi fitna á eitthvað. Já, sem hann gerði. Þannig að ég ákvað bara að nota sömu völvu og hann með allt rétt. Ok, já, hún er á sínu stað í dag. Íslenskt slúður sem að hefur ekki verið lengi og já, einhvers staðar heyrði ég að Helgi Rafael að vera skemmt áramótin. Já, hann var á landinu og hérna Er hann að poppa upp snöttur svona á landinu? Hann er pop-up gaur sko. Hann er að poppa upp og hann fór í fjölskylduboð að sjálfsögðu með sinni fjölskyldu og ég get votta fyrir það að aðrir sem sagt töframenn í ættinni mættu ekki af því að vissi að hann alltaf að mæta. Það er alltaf ríkur, hann er the bad boy of magic. Það er búið að koma fram, hann er hálfnorskur, er með annar fótinn þetta og það er svaðalegt slúður. Hann mætti á gamláskvöld og gerði allt vitlaust. Ég get lofað ykkur þetta verður. Þetta er svaðalegasta slúður sem hefur verið í íslensku slúðri held ég bara, já, í mjög langan tíma. Ég er mjög peppað að verið í spurningakefni. Gilst það svona á sínasta? Ég breytti konseptinu. Ég sagði á Instagraminu þínu í hádeginu að ég ætla að vera með King of 2020, hver mun eiga betra ár, þú veist, aðeins að fara yfir hvern ári verið hjá okkur og svona. Og hvað breytir því? Breytti því og ég ætla að hafa þetta uppgjör. King of Year 2019, hver átti betra ár? Hver átti betra ár 2019? Eða auð? Svo erum við með yndislegan klefa við Steindi. Við fórum í dag og gerðum, þetta, ég veit ekki hvað ég um að kalla þetta en við vorum að ringja bara eitthvað út í bæ þóttust heita Bjössi og vorum með svona brandarum við værum ekki búin að fara í sturtu eða kúka sinni fyrra og ég held að þetta sé, ég bara hlóm mikið. Málið það, þetta var æðislegt. Þetta er silly en einhvað svo skemmtilegt. Ég var að hlusta á þig ringja. Ég gati ekki að hætta að hlæja. Það var það sama þegar ég var að hlusta á þig. En það er mjög óþægilegt að taka símtali sjálfur. Þetta eru svona miðaldra Facebook statusar sem fólk hefur séð út allan bæ. Þetta er svona, þú veist, þetta er svona klassist á nýjástigi. Hendi, heyrðu, ég hef ekki törið í sturtusun í gær eða ég hef ekki törið í sturtusun í fyrra eða á 9 ár, eitthvað svona. Þetta er alveg, þetta er glata og við erum basically að ringi fólk út í bæ sem við þekkjum ekki neitt þykjast vera einhver annar við erum og svo er líka ég með kortmyndur frekar og það er drullu gott í dag, ég lofa ykkur því ég laði mikið metnaði Steindi, þú ert með kassið ég er með kassið, það er bara allt á sínu stað og ég er að spája að byrja þáttinn bara á var þetta ekki mitt upp á slagi fyrra sonur okkar, Aron Kahn Hlaðvarp FM 95 Blu það held ég okkar uppáhaldsnáði Aron Kahn hér í FM 95 Blu
Það er alltaf gott að starta þættinum á kann sko. Já, ég held þetta nú verið eitt af vinsælustu lögunum í fyrra. Já, alveg staðfest. Herru, það er komið aðstrákar Emmi skjáttlastykki Erlendur slúri. Já, það er rétt jáður. Þá skulum við vera búin að ná þess eftir 6 ár er stórgóðslegt. Maður er alltaf einhvern veginn að lifa og læra. En það er líka íslenslúður í dag og ég er mjög peppað fyrir því. Hvernig er þessi pakki? Verður bara hreinskilinn? Hvernig er pakkin? Hann er góður. Hann er misjafn. Já, hann er góður í dag. Ég ætla að byrja á Jennifer Aniston. Því að, við erum með grúppu, messengergrúppu, F95 blöð, drengirnir hérna 3 og Steindi sendi á okkur Egil jólin með kapslokk. Ég vissi það, ég er búin að segja ykkur þetta allan enn tíma því að þá var eitthvað Aniston og Brad Pitt elska hvort annað og Aniston bauð Brad Pitt í jólapartí. Ég kom með hennan móla til ykkar fyrir 3 mánuðum. Já, en fyrstur í heiminum. Já, þú varst ekki fyrstur í heiminum því einhvers staðar heyrðu þú þetta. Og það sem er leiðilegt við þetta Steindi að ég þarf því miður að skjóta þig niður í 3. sinn með þetta. Þetta er bara ekki rétt hjá þér. Þau eru bara vinir en núna til dæmis leikkonan Jennifer Aniston fagnaði 9 árið með leikstjóran Will Speck í Mexiko og velta margir fyrir sig hvort að þau séu meir en bara vinir og þau voru saman á ströndinni og má fólk ekki vera vinir í dag? Akkur þurfa þau alltaf að vera eitthvað kærustu? Þau eru svona innilega eitthvað, veist hvað? Þau eru að fagna 9 ári saman? En ég er ekki Steindi að lesa milli línana, Steindi mjög góð að lesa milli línana, hann verðist sjá að sé eitthvað meir í gangi. Sjálfsögðu strákar, þið eru svo blindir á þetta. Ég er búin að vera að lesa milli línana núna í 3-4 mánuði. En okkur ættu þau ekki bara að vera byrjuð saman? Já sko, þau eru ekki að flýta sér í það. Þau eru náttúrulega að eiga sína sögu. Ekki það er sorglegt að segja en ég myndi dyrka maður ætti bara að vera alveg saman ég myndi dyrka Jennifer Aniston og Brad Pitt myndi byrja saman. Grisling og fyrsta barnið Jennifer er með Brad Pitt. Það er rosalegt. What a love story maður. Það væri rosalegt. Við erum þannig menn sem við höldum með ástæra. Já, við höldum með þeim báðum. Hún er með uppáhaldsleikona. Hann er ég sitt hann alveg upp hann og DiCaprio þannig að þetta væri rosalegt, við höldum með ykkur eða þau eru að hlusta svo er hann Justin Bieber hann var að gefa út nýtt lag í dag og hann er á milljón og er búin að vera í mikið af viðtölum og öðru og hann segir að hann og konan sín Hailey Bieber munu aldrei skilja því að þau trúi bæði svo mikið á Guð og Guð mun venda þeirra samband og hann er að vinna þessa dagana aftur í þetta og hann er að vinna þessa dagana ég fór að skoða svo hans Instagram með hans hann er með rosalegt hashtag sem er Jesus is King ég ætla bara að nota það núna það er besta hashtag sem ég Jesus is King þetta er fáfram stráka, núna er ég bara ég hef engan húma fyrir þessu Jesus is King nei, það er hashtag sem að Justin Bieber hann er með 3,5 milljón hann er basically, hann er náttúrulega ok, stráka, þið verður náttúrulega áttugur á því að hann er í geðrofi við verðum að fatta það þetta er bara, hann er náttúrulega ekki á góðum stað hann er að segja opinberlega bara að hann munir aldrei skilja við konuna sína sem hann er búin að þekki 2 vikur og það trúnni og svo er hann að króta út allt Jesus is King það er geggjað hashtag í gríni ég er að byrja að vinna með þetta líka næsti póstur á mér verður Jesus King alveg saman hvort sé Twitter eða Instagram eða hvað sem er það er hashtag sem þú vinna með það er rosa þetta passi ekki eins og myndir það lítur á að trending en sko þetta er samt þetta er ekki þetta er ekki góða fréttir fyrir því Steindi þetta gæti orðið þess að þeir Sigrún hætti saman því að þeir eru ekki að trúið og Justin og Hailey Bieber ég er ekkert að skýta neitt yfir trúna Steindi hatar Jay-Z nei, ég hata ekkert Jay-Z ég er ekki að skýta yfir trúna ég er bara mér finnst það bara að vera einhvern veginn ég nenni ekki að fara á hanga þetta er bara það er eitthvað svo ógeðslega rangt við þetta þið sjáu það bara ekki mjög ánað með okkur kóngur í miðfloknum er að fara að keyra aftur inn kristinfræði grunnskóla það er trúabragðafræði í skóla ég ætla að setja allt mitt power í að keyra þeim með ég vil að Jay-Z sé kent bara hann er kentur í grunnskóla það er trúabragðafræði í grunnskólum þannig að það er allar að vera að kenna áfanga með Jay-Z nei, af hverju viltu sér áfanga með það er þegar 1 af hverju 5 á Íslandi eru kristnir Egil, fæ ég mynda mig með þér eftir og ég setja á Instagram og ég setja hashtaggi Jesus is King er það lagi? Við getum ekki farið í svo mikið ríkt ekki hafa the devil myth ég Steindi var ekki að vera myndinni þú fær ekki að vera myndinni þið finnst ekki Jesus is King ég tala við ykkur bara að það kemur lag við meðum ekki vera svona alvarleg þetta er ég að stríða það er voða skrítið hvernig hann tala þú ert að tala um mig þannig að kvista undir Jesus hates you þetta er bara stafan í F9 blöð 20 metrur 4 á föstudegi
Ég get ekki verið saman á því Jesus hates no one Já, ekki vera þannig, þetta ekki Kristinn Alltaf baktalan samt Já, hann þarf að fara að hætta því Herðu, en allavega, þá þetta að frétta af Justin Bieber Það nýtt lag í dag og hann mun aldrei skilja Það agalegt ef hann skilur svo árinu Án gríns Agalegt, Já, það er bara 100% Það er bara 100% og þá þurfum við líka aðeins að tala betur þetta Það verður svo stór sigur fyrir Steinda að ég ætla rétt að vona þau skilji Þá hellir hann í sig Hellir í sig Já, ég var bara til að fletta upp hashtagina Egil sérna, Jesus is King þegar þau skilja og fara aðeins yfir þetta Svo er það lokast lúrið sem að mér finnst Ég veit ekki, ég ætla að ræða þetta við ykkur Hvað veist ykkur þetta? Lindsay Lohan ætlar að snúa aftur á 9 ári og eina sem ég skríti í þessu ræður hún því bara sjálf Nei Er það nokkuð? Hvað sem mörgar Hollywood-leikarnir myndir vilja ég ætla að koma aftur núna Ég var út að hugsa Þetta hendi einn status og Ég er að spája að snúa aftur bara næsta ári Hún var að segja núna í viðtali að hún ætla að flytja aftur til Bandaríkjanna og snúa aftur á hvítatjaldi og þar auki ætla hún að fara að snúa sér aftur á tónlist og ætla að rífa þetta aftur upp Hún er komin leið á hinu, segir hún Og hvað er hitt? Hvað er hitt? Er það ekki bara eitthvað fyllir í og vitleysa? 100% á dælunni 100% á dælunni Hún er núna stödd í Muscat í Óman Í nálum Nei, við getum ekki verið að fullir hún sér í nálum En mér finnst eitthvað svo skrítið þegar ferillin er búin að vera í the shitter Því að hún var náttúrulega einn stærsta barnastjarna Bandaríkjanna og bara einn stærsta barnastjarna heims Mér svo fyndi að koma bara með svona ég ætla að snúa aftur núna Já, þetta væri basically svo ég myndi núna bara henda bara á dæluna Alveg grimt, það eru að tala um nálarnar sko Og taka bara árið því Svo myndi ég skokka bara aftur á FM Þetta er svipað I'm back Ég meina hún á ekki krónu í dag Hún er steindi á meiri peningar hún Já, hún er búin að vera að selja líka slúðufréttir að öðrum Hún á enga vini Hún er algjör rótt Hann vantaði pening og þá fór hún að selja fullt af sögum af öðrum celebrityum Prófa vakt þetta á IMDb Hvort það kom eitthvað svona eitthvað verkefni upp Já, ég meina hún er ekkert að fara að leika í næstu Scorsese mynd Kannski hún fá að vera barþjóðn í Adam Sandler viðbjóð á Netflix, ég veit það ekki Hvað ég held að lausnin henni séu Hvað? Að finna bara trúna Já Og ég hef aldrei séð þetta Það er ekkert Jesus is King að séu MDB og kemur svona alltaf þeirna pre-production eitthvað dæmi Það er ekkert í góð, ekki neitt Hjá Lohan Ekki neitt Hún er í sama pakka á Patrick Schwarzenegger Hún er með Zero, nei, hann er þetta mjög Já, ég glemdi að taka screenshot af því Veistu hvað Patrick veistu hvað hann setti You're so the man eitthvað love to hear the song Hann var að posta, hann var með komment hjá Justin Bieber Hann er að sleika hann svo upp og það er óþægilegt Þeir eru ekki bestu vinir Það eru 4 verkefni hjá honum Myndin Warning, myndin Moxie Echo Boomers og Stowaway. Þetta eru 4 hittar. Ég heyri það bara á titlunum að þetta er ekki einu svona B-myndir. Þetta er C-myndir. Þetta er algjör dörri sem hann er. Það var slúðbakki dagsins. Skuldum auglýsingar. Jesus is King. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Þetta er Dua Lipa með lagið Don't Start Now. Herri, ég var að keyra inn mynd á Twitterin hjá mér af okkur Agli með hashtagið Jesus is King og ef þið eru sammála okkur þá með ég endilega hendi like og Steindi, þú veist ekki að vera með á þessari mynd. Fyrir það sem elskar Jay-Z hendi gott like. Ef ykkur finnst Jesus King. Já, málega það. Ég er svona að taka fram hérna að ég er ekkert á móti Jay-Z, sko. Nei, ég er bara hérna er ekki með að heila með þessu. Jesus is King. Já, ég veit það. Þú varst búin að segja það nokkur sinnum. Þú sagðir að Justin Bieber var í heila blóðfallega því að setja þetta hashtag. Nei, það var að því að hann var að segja sko að þau myndi aldrei skilja út á trónni og svona. Skiptir ekki máli, ég ætla að róka því að þið fáðu ekki meir en 10 likes á þessum mynd. Herðu, það er komið að hvort myndur frekar hér í FN 95 og eins og ég kom inn á hér í byrjun þáttar og þá er ég nokkuð sáttur við þessa spurningu. Hvað er með þetta? Fyrsta er erfið og ég spurði nokkur hérna fram með það. Þetta er erfitt. Já, það eru nokkur hérna fram með sem áttu mjög rödd með að svarinni en höfðu gaman af henni. Hvort myndið frekar dreyma blautan draum pappikar eða tvífótbrotna? Og þá er ég að tala slabbi brók. Að dreyma blautan draum pappa okkar? Já, eða tvífótbrotna. Já, maður myndi náttúrulega dreyma pappa. En sko, maður vaknar með slabbi brók. En ég vil það þannig, maður dreymir eitthvað sitt, maður vaknar, maður får tambut sig og maður búið að gleyma þið. Já. En þetta kannski gleymir maður ekki eitthvað svona. Nei, það held ég nefnilega ekki, sko. Ég finnst þetta Steindi verið að dusta þessu full fljótt af sér. Já, sko, þú veist, að tvífótbrotna, það er alvöru vesen. Já. Þú ert væntanlega í gifsi upp á læri
Þú getur ekki keyrt, þú getur ekkert gert út frá eflust í svona mánu. En heldur þú myndi gleyma hinum drömmum? Þú veist Bara þegar þú hittir pappa næst? Nei, málega Fara að fá okkur pulsu? Já, bara ef við myndum dreyma mig og pappa bara í bara steady 8 klukkutíma 69 bara heima hjá mér og vakna bara búin að sluppi brækur. Það er hræðilegt. Mér finnst þú eitthvað bara að gera svo lítið. Nei, það er viðbjóður. Það er hræðilegt. Það er basically, það er bara mastruð, það er vestusort. En maður myndi samt hugsa bara, þetta er bara pappi. Ég er ekki að fara að mæta. Ég mæti ekki í seni ykkur sunnudagssteikt í heimsótti mömmu og pappa og horfi á hann öðru sig. Ég segja bara, pappi, ég dreymdi eitthvað aðstæðan heima. Já, ok. Nei, þú veist, er það ekki? Nei, ég held þetta að veri, mér finnst þú gera eitthvað svo lítið úr þessu. Það getur bara verið heima í tölvunni. Já, er ekki bara draumur fyrir þig að tví fótbrotin? Er það eitthvað vesen? Já, sko, það er mjög mikið að gera núna. Ég er í vesinni. Þarf að geta keyrt á milli. Það er svoleiðis. Já, en sko þú talið með tekjur ég að fá okkur annarlega að keyra þig sko. En sko, myndið þú ekki dreyma bara drauminn, Egill? Myndir þú tví fótbrotna? Þú íþróttamæður? Jesus is King myndin okkar er komið 77 likes á 3 mínútum. Það eru greinlega fleiri sammál okkur. Við erum ekki einu sem elskar Jay-Z. Nei, það er annað komaður. Ég elskar ég sem voru að kenna Jay-Z aftur í grunnskólum. Hvað, segðu mér Egill, hvað myndir þú taka? Sko, ég er svona gælu við að ég gleymi þessum draum fljótt. Það verður svona, tampist mig og svona var þetta svona létt? Einhvern veginn berja dammer og nei, það er alls ekki létt okay. Þetta er hræðilegt, en draumur er bara draumur. Þá er það næsta spurning. Hvort myndið frekar vera alltaf ógeðslega graðir eða aldrei graðir? Wow. Það er kannski léttara fyrir þig. Já, ég, sko því að Steindi er ég vissum myndi fara að skjóta eitthvað svona mig. En máli er að, sko ég held að þetta geti verið nefnilega mér finnst þess alvöru vesen. Já, bæði er hræðilegt. Alltaf bara þrösti. Alltaf ógeðslega grað. Það er svo líka, veistu hvað, það eru vonda týpur sem er alltaf degi og greddu svona og hvað þá þeir verið eldri, ekki það við náttúrulega orðnið færtur en náttúrulega svona greddu kallar. En þú basically væri það bara núna. Þú væri bara einhvern veginn að bíða eftir að koma heim. Gætir ekki unnið í rauninni sko. Jó, ég er nú ekki alveg þar. En veist, ég þekki alveg menn sem er ógeðslega graður og þeir funkar alveg í vinnu, en þetta er samt óþægilegt sko. Ég meni, ég var eins og að vinna á Pizza 67 upp í Engihalla og þá var ég að vinna með Kristi Pálsson, sölumann sporthúsinu sem var að vinna með þá. Hann fór á bak inn á Salerni í meðri törn og vorum sko á bakari og það held líka fólki fram að bíða, panta pizzu og það beið bara. Akkur finnst mér ofta eins og þú er alist upp í einhverja svona bandarískri úllingamynd. Ég sé þetta gerist. Þetta er bara. Og ef það verður 0 gráður þá er bara að fólk getur fengið pizzun sinni, farið heim og ekkert vesen. En hann er náttúrulega fór á bakarnin og Salerni. Þetta hefur vantilega verið, þú veist, kærastan hans eða ekki. Hann hefur alltaf farið með kuna inn á bað. Ég hitti Kitta Páls á dönsku núna jólin. Já. Mér fannst hann ekkert eitthvað að labba um eitthvað spólgur aðra á dönsku. Nei, þetta er alltaf 20 ár síðan sko. Ég hef hitt hennar mann margóft. Bara eðlur. Já, ég hef bara kynnist honum í gegnum tíðina og ég hef aldrei. Hann hefur ekkert leitað á þig? Nei, ég hef aldrei bara fundið fyrir einhverju óþægilegri. Þegar þetta var, þá var testosteron í botni. Þegar þetta kringum hann að tvítut og alltaf allt bara. En ég þarf svar fyrir okkur. Hæstu hæðum. Já, hvort myndið frekar? Viljið vera ógeðslega graður aldrei graður? Já, ég myndi segja, þú veist, það er líka hræðilegt að vera bara aldrei til í tusk, sko. Já, ég veit það. Það er vesen. Það er glata, sko. Já, og þetta er ömuleg spurning, þetta er hræðileg spurning. En ég þarf svar. Við erum að falla á tíma. Ég hugsa að ég myndi frekar þá vilja aldrei vera það og rífa mig í gang frekar en að vera alltaf. Já, þú veist, þú rífið í gang, til hvers? Þú nennið ekki, þú vilt það ekki. Já, það áttu nú að gera kannski bara líka fyrir gamlu Ég ætla frekar að velja bara að vera það alltaf og nota það í ræktinni. Þessa græddu. Já. Þar hafið það. Þá er það þriðja og síðasta spurning. Ég ákvað að tengja það hans við því að ég var beðin að tilkynna hér í þættunum að Allir geta dansað er ekki í kvöld en byrjar aftur næsta föstudag og í beinni útsendingu á Stöð 2. En ég ætla að spyrja ykkur hérna hvort veitir frekar vilja sjá mömmu ykkar eða pappa keppa í Allir geta dansað? Ég væri miklu meira til í að sjá pappa minn gera það. Já, ég myndi borga pening fyrir að sjá pappa hérna. Það þarf eiginlega bara að fá hann í seríu 3. Hann er celebrity, hann er pappið. Nei, hann myndi ekki gera það. Jöfnveld myndi ég hlæja að því. Já, sko, þið myndi aldrei ná honum að þinn. Heldur hann að einhvern veginn dansað bara á skemmtista? Já, þú veist, þá kannski bara svona stendur kyrr og hoppar með aðra hendinu upp. Þú veist, svona, eitthvað svona fagnadans eða, þú veist, hann er ekki, það er bara agalegt, sko. Þú veist, mamma væri miklu líklegri svona til þess að
nenna þessu og æfa og svona. Já, hún myndi samt ekki nenna. En þú veist, hún myndi einhvern veginn hafa síða. Pabbi myndi ekki æfa. Egil, er þetta Ester eða Einar? Þau eru ekki miklu dansarar. Hvaðan færðu þá þína danshæfi líka? Ég kann eitt dans. Sástu, Teddi fann að taka styrnast? Já, það er strax góð með þetta. Tveggja augna, það er ótrúlegt. Tveggja alveg 7 vegna. Myndur þú senda mömmu en ég ætla ekki að dansa til að taka styrandans? Ég heldur þetta bara sko að Ester myndi líklega redda sér betur á það. Já, og nú myndi velja hana. Peningum við fara á hana. Og svo pabbiðin myndi ekki vera að setja skammar. Já, bara hann í. Þetta var hvort myndir frekar. Við ætlum að fara hér í, annað sjóðheitt lag frá 2019. En svo er það, Klefi. Við Steindi hringdum í dag. Svona skemmtilegt data sem hún var að segja. Fólki verðum ekki búin að þrífa okkur eða kúka sér í fyrra. Og ég get eða að lofa ykkur þið muni hafa gaman að þessu. Hlaðvarp FM 95 Blu. Sælt ég þeirra að hlusta FM 95 Blu hér á FM 957 og við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindi eru mættir hingað inn í Klefa og erum að fara að gera alltaf að sprella. Já, við köllum þetta alltaf Klefa því að það er eitthvað hallæðislegt við að segja símat. Já, ég veit það. Það er símat. Við erum bara inn í Klefa. Já, og ætlum að hringja. Já. Og við fengum pælingu í gær, þú vorum að spjalla saman á Messenger sem fylgir Facebook. Akkurat. Að það er alltaf þetta típan sem er ekki búin að fara í sturtu eða kúka eða eitthvað sinni fyrra. Þetta er svona þessi klassíski áramótadjókur. Þú hringir einhvers á nýjárs eða setur inn Facebook status. Þetta er svolítið miðaldra náttúrulega að vera, þú veist, heyrðu, ég er bara ekki búin að fara í sturtu í 1 ár. Nei, síðan í fyrra. Ég er ekki búin að gera neitt síðan í fyrra. Og svo er bara þetta stundum sem að menn er að hendi hérna brandar og það er orðið allt á seint. Bara, heyrðu, kallum minn, það er 4. jan, sko, drullar í sturtu. En við, sko, það er 3. jan. Það er 3. janúar og klukkan er akkurat, hún er ekki eins og orðin háti 5 mínútur í 11 þannig að við erum sko við ættum að vera að koma fólki hérna að óvöru. Já, við ætlum að hringja bara eitthvað át í bæ og við erum búin að ákveða nafn, við heitum Bjössi, við ætlum báður að tala. Við erum Bjössi og ætlum að í þennan klassíska brandara að við séum ekki búin að gera hitt á þetta sen í fyrra. Ertu tilbúin? Ég er klár. Aron Sælinu, Bjössi hérna. Bjössi. En nú er kallinn bara ekkert búin að vera í störtu sen í fyrra? Já. Hver er þetta fyrir? Það er Bjössi. Ég segi ég er ekki búin að vera í störtu sen í fyrra. Þannig að komið 3. jan. Já. Þannig að, hann er búin að vera áramót. Já, hver er þetta með leið? Þannig að ég er ekki bara í störtu sen í fyrra? Já, hver er þetta? Heyrðu ekki eftir Bjössi? Heyrðu ekki í mér eða? Nei, ég er lítið þér. Ok, en alltaf ég hef ekki farið í stjórnstinni fyrra. Ég heyri betri í kvöld. Góður. Þetta er æðislegt. Þetta er geggjað. Þú ert næstur. Ég vilti hendi eitthvað annað nafn held en þú ert náttúrulega Bjössi. En vilti halda áfram með Aron eða vilti eitthvað nýtt nafn? Ég gef mig bara til dæmis einhverja konu kannski. Hvað er nafn á konu? Sigrún, já. Halló. Já, Sigrún. Já. Já, og hvað þú sæl og blessu Bjössi hérna minn. Það segir þú þá? Já, bara alltaf gett. Er það ekki? Heyrðu, nú er það stórt maður. Ég hef ekkert farið að kúka sinni fyrra. Hvað segir þú? Ha? Þú veist, maður hefur ekkert farið á dolluna sinni fyrra. Hvað er þetta eiginlega? Alltaf voru áramót. En maður hefur ekkert farið á klósetti bara sinni fyrra. Hvað segir þú? Ég er bara góður. Já, já. Ég fór á klósetti bara rétt fyrir miðnætti á Gamlás. Þannig að ég hef ekkert farið á ég hef ekkert kúkað sinni fyrra. En allavega, þetta var nú bara svona sprell í mér. Já. Ég heyri þér í kvöld. Allt er leið. Vá, hvað þetta er sorglegt. Er það eitt af mann í viðbótið? Já, það var takað 2 mann. Já, þannig að 2 mann í heild. Já, 2 mann. En málega, þetta er eitthvað þarna. Þetta er svolítið skemmtilegt. En þetta er rosalega sorglegt. Ég svitna bara í þessu. Það er eitthvað fallið. Mér er mjög gaman að hlusta á þig. Óli. Já. Blessar, þetta er Bjössi hérna. Herðu. Já. Kallinu er bara ekki kúka sinni í fyrra. Þannig að það fattar ekki. Kallinu hann er ekki kúka sinni í fyrra.
Hæ? Ég er náttúrulega að tala að því að var áramót. Ég hef ekkert kúkað sinni fyrra. Já, meinar, já. Er ekki góður annars alveg einn? Jú, býtur og vegi ekkert að kveikja. Jú, sko, af því að voru áramót. Ég kúkaði áður að kom miðnætti og núna komið nýtt ár, þannig ég er ekki búin að kúka sinni fyrra. Það var sprellið í þessu. Bjössi. Hvað segir þau? Hvað var Bjössi? Ég kúkaði... Ég dátum bara á svona léttu brandarinn maður, af því að það voru áramót og ég hef ekki skitið síðan á síðast ári. Já, en ég eiginlega alveg skemmt að hvernig hægður og hefur sko. Hvað segir þau? Mér er alveg sama hvernig hægður og hefur. Já, meinar. Herru, þá bara, Óli minn, ég heyri þér kvöld. Veist það, þetta geggjað. Leif mér að hringja ykkur líka. Hvort viltu, þetta er loka sýndali, hvort viltu Sigrún eða viltu konu eða kall? Ég er búinn með konu, leif mér að fá eitt kall núna. Ég á ég að taka sturtuna þá núna? Já. Blessaður hafið minn, og hvað segist? Þetta er Bjössi hérna. Bjössi. Heyrðu, nú er maður bara ekkert búinn að fara í sturtu síðan í fyrra. Já. Það er náttúrulega. Hver er þetta segir við? Þetta er Bjössi hérna, hafið. Rétt fyrir miðnætti á Gamlás, þá fór ég í sturtu. Og ég er ekki búinn að fara í sturtu á þessu ári. Þannig að ég er ekkert búinn að sturta mig sinni fyrra. Ég næði því. Það er einhverjum öngum haffa. Ég er ekki. Já, ég skilji. Herðu. Og ég er einhverjum öðrum. Já, ég ætlaði bara rétt að segja það frá þessu. Já, gott að vita. Takk fyrir. Sæður það. Svo þægilega. En málega Veistu hvað mér langar að gera? Já. Í næstu viku gerum við þetta aftur. Þá er náttúrulega orðið sko. Ég veit, og það er bara geggjað. Það var bara komin 10. jan. Það er bara 10 Það er bara dagar. blessa, allir er bara ekki búin að styrta sér. Fólk er bara, oi, hvað meinar þetta ekki búin að sturta? Það er nógu ógislegt að vera ekki búin að fara í sturtu og fara á klósettið 3. jan sko. Hefðu, hérna. Ég var að dyrkja þetta. Já, ég líka, ég er mjög hrifinn að þessu og sérstaklega sko að því að fólk er að segja þetta í alvöru sko. Já, það er fullt af fólki sem hendur í þennan brandara yfirleitt reyndar á nýjárs. Ég bara vona að það séu nokkur að taka hann í kvöld eftir að hafa heyrt þessi símtöl. Þetta var, hvað heitir þetta? Bara, ekki gert þetta sinni fyrir það? Já. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Þetta er lag sem að við Egill Einarsson fílum pottjett því að það heitir God is a Dancer. Steindi var ekki að dansa við þetta en við Steindi hatar þetta lag. Við félagarnir Ég hata þetta lag ekkert maður. Hvað er það? Herðu ekki segja ykkur, ég er ekkert með Við erum að grínast. Það var lett að strengja hérna þókanir. Já, það er svoleiðis. En það styttist í völvu FM 95 Blu. Við hringdum í nokkra velvalda menn og já, það er líka einhver völvu okkur en við ætlum að byrja hérna á nokkru símtölum og eftir. Ef við náum því, þetta er brjála að gera okkur í dag sko. Stráka, mér langar svo að segja ykkur eitt. Já. Hérna, hvað er að fara í? Við höfum nægja tíma, við fyrir bara í völvuna, það veist þér. Já, mér langar svolítið að segja ykkur nefnilega, ég lendi í rosalegu atviki. Já, þú sagðist alltaf að segja mér þetta í þættinu. Já, ég er búin að segja, ég vildi ekki segja þetta á hann. Mér langar eiginlega bara að segja ykkur þetta bara og ræða við ykkur þetta bara svona beint. Hvað gerist? Og leifa hlustendum að vera með. Já, en hérna, ég segi nú kannski ekki að þetta sé, þú veist, þetta er ekkert rosalegt. Herðu, ældist út, þetta er Já, hvað gerist. en allavega, ég hérna, sem sagt á Þorláksmessu, þá hérna, við ætla að laga hérna, helvita er þetta óþægilegt svona, headphone voru hérna eitthvað í rugli. Á Þorláksmessu, þá fór sem sagt hérna, ég og kona, við höfum vonað barni. Já. Og hérna, og Stúlku. Vonað stúlku, og sem er hérna væntanlega í heiminn í maí. Við erum gærast að þetta. Já, Teddi maður. Gamli græði mættu strax. Það er ok, sorry. Já, og við hérna sem sagt, og við förum og förum og fáum að vita kynið. Já. Og við förum hérna upp á sem sagt, já bara svona kvennadeild Landspítalans og förum í sónarinn og segjum við konuna við ætlum ekki að fá að vita kynið. Það bara við viljum ekki að vita, ætlum bara að fá hérna Já, við ætlum að opna það aðfangandag. Já, og fær bara svona umslag. Þau hefur báðið gengið gegnum þetta, en fyrir þá sem hefur ekki börn og verið að hlusta á, færðu bara þessast miða sem stendur á drengur eða stúlka í umslag.
Fær síðan til bakara, hann gerir köku og hann bleikað blá enni og síðan skerðu Við fórum reyndar ekkert í það sko Nei, fyrir utan, við ákveðum að fara ekki þangað Við vorum búin að sjá það voru margir með svona blöðrur þá bara gerir blöðru, fær risa blöðru og inn í henni annarkvort blátt eða bleikt konfetti og ekkert mál, við vorum aðalega að fara að gera þetta líka bara fyrir Ronju sko, sem bara 5 ára og hún var bara bara að fara að sprengja blöðru og við ætlum að gera þetta á aðfangadag og það er ekkert mál og við förum bara í daginn og gerum okkar og þetta á Þorláksmessu og síðan fer ég og sæki blöðruna og ég læt afgreiðslustelpuna í búðinni fá miðan það var pró sko, ég var sendur niður á neðri hæðina í búðinni Er þetta partybúðina? Já, var bara sendur niður og ég mátti ekkert vita náttúrulega og svo kemur hún tilbaka og sækir mig og bladra og umslæðið aftur og það bara búið að líma það aftur og þetta var flott ekkert mál, ég fyrir bara inn í bíl og svona í stuði og hún spurði mig líka, þú veist, hvernig ætlar að opna blöðruna þú veist, hvernig ætlar að sprengja hana því að hún, þetta er svona kannski hún mælir með því að vera ekkert að geima mikið lengur en kannski í sólarhring ekkert mál, og ég fyrir bara inn í bílinn og svo er ég að keyra og ég er eitthvað að stúsast aðeins á leiðinni heim og svo er ég á Springur blöðrunum bíl svo er ég á rauðu ljósi strákar og ég sverða strákar, ég veit alveg ég er klaufskur og ég er að skrifast margt á mig í þessu lífi en þetta var ekki fucking on me þau hafa dælt á mikið í blöðruna það var eitthvað veginn og blaðran hún fucking springur aftan í bílnum en eiginlega bara við andlitanum ég held bara að það hefði verið kert á mig ég held í alveg að það hefði verið kert aftan á mig með döðbráð og það var, ég hef aldrei ég skil ekki hvernig þetta koma svona miklu konfetti í hérna blöðru þetta var bara eins og að vera á fucking balli með Pál Óskar bara bíllinn var allur út í bleiku konfetti og ég lít bara við Þetta er að vera ljós þetta er agalegt og ég lít bara við og ég sé bara það er fólk á rauðu ljósi bara við hliðina mér En ég er að segja að hefur verið keyrandi og að kerst út af Já, ég veit það á Þorláksmessa, það var allt stappað þú veist, og ég var allir út ég var með þetta í andlitunum, hárinu þetta var yfir allt mælaborðið ég var með þetta uppið, ég var með þetta með svona í narjónum setna kvöldi, ég kom inn og þetta bara fucking gerðist og ég bara voru búin að býða þetta átt að vera svona moment Þetta er eins og bara sketch í Finnásöfn Þú er ekkert að sækja blöðuruna Það er að skrifast á ákveð að senda þig En segðu mér annað þá Var konaði með þér í bílunum? Nei, ég var einn Þú varst einn? Hvað gerður? Sagður þau henni Varst þú þá svo eini sem vissir það? Nei, ég fekk svo mikið samvinskupið og ég var bara, þú veist, að því að þetta átti að vera eitthvað svona moment, family moment og litla búin að býja eftir þessu og ég bara svona, mér er náttúrulega leiðist að það eru mér að kenna sem þetta var ekki, það var búðan að kenna Ég segi að vera kveikjaður í einni Þetta byrja að reykja aftur Ég er búin að reykja sér 2 ár Þetta byrja að reykja aftur Blaðran springur í bílnum og ég basically, ég ringi bara í sérunni Hæskan og ég er náttúrulega legg bara til kant að ég sé alltaf út um bílum það er bara mikið konfetti og glimmer út um allt ég er marga daga að þrýfa bílum og heru, ég var það og ég basically ég segi bara, heyrðu æsku mín staðan er bara þannig að blaðana var að springa í bílum með mér og náttúrulega sem betur fyrir Út er svo Peter Sellers óheitasti fokking grínistu Þetta er ekki gert fyrir neittnum Sko málega, sem betur fyrir þá hefur kona mín bara hafði hún bara húma fyrir þessu líka þú veist, þetta var bara Þetta hvað áttum að snappa þig Nei, en þú veist, margir hefði geta verið bara leiðir yfir þessu og ég bara, þú veist, ég gat ekki farið inn í búðin aftur og svo bara, heyrðu, ég var að lenda bara allur út í þessu bara, heyrðu, ég var að fá aðra blöðru og ég ákvað bara að taka þetta á kassan Já, það gengur ekki Þannig að við bara, þú veist, ég fór bara heim og við bara tölum við byggum bara sjálf til einhverja svona minni blöðru En sagður henni þá hvað kom úr blöðrunni? Já, þú vissir þetta undan konunni Þú veist þetta, vill ég veit þetta Og hvað kom á blöðurni? Já, stúlka á leiðinni En við vorum ekkert að segja Þannig varst alltaf bleikur í bílum Já, bara alltaf, og málið það Sko, ég með myndir af þessum ég tók myndir af bílum Ég ætla að sýna ykkur Þú ætti að veila fyrir hlustendur að hendina á Twitter Ég þarf að sjá þessa mynd Ok, þetta eru sko, Twitter tekur bara eina mynd Ég ætla að henda svona Instagram Þetta eru 4 myndir að hvernig bílinn minn leit út at the time Djöfullega verið fyndið að sjá þetta Þetta er viðbjóðslega fyndið Það er komið að, við ætlum að taka völvuna hér eftir smá En það er komið að lagi sem að fjallar ekki Steinda Það heitir I'm the Man Hlaðvarp FM 95 Blu
Ég fyrir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 50 Cent með I'm the man hér í gangi. Herru, auðvitað, ég ætla að koma inn á eitt hérna af því að ég var að segja ykkur söguna hvernig það gerðist. Já. Ég var að pósta myndum af þessu inn á, ég er svo ánægður að hafa tekið þessar myndir. Ég var að pósta það með Instagrami þannig að fólk getur séð hvernig staðan var í bílum þegar ég lendi í þessu. Þetta er frábær saga. Já, bara með betri sem eitt lengi sko. Það var bara hræðilegt. En það er komið að Völvu FM 95 Blöð og já, Egill, þú hefur svolítið verið í sambandi við hana. Já, ég er bara svolítið séð þetta. Ég meila á þessa Völvu. Já. Ég sendi alltaf ljósmyndir af sem maður spá fyrir og fullt nafn og ég fæði sem bara spá, senda. Og já, þú lést spá fyrir mér og Steinda og svo 3 öðrum einstaklingum. Jón Gunnar Geirdal, CTO Ríkard Óskar Guðnarsson og Jóhannes Ásbjörns. Þessi 3. Þessi 3 og við, já, heyrðum í þessum drengjum fyrir í dag og við ætlum bara að spila símtölin. Er það ekki? Þegar, já, Egill les Völvu þeirra. Tjekkum á þessu hérna. Halló. Er það Rikki G? Sæll og blessaður, þú ert í beinni útsendingu hér í FM 95 Blöð. Veitu hvað var þetta dolla sem varst að rífa upp að það? Helviti varstu spenntur. Já, ég var spenntur að heyra Rikka. Það rifst bara beitt kaldan hana. Já, alltaf með heyri í dagskrárstjóranum. Það sjálfsögur. Hvað segirðu ekki? Ég er svona að jafna mig bara. Já, Jafnaði hvað varstu, fullur ekki aðeins? Nei, ég er bara búin að vera veikur. veikur og semst að þunnur. Veikur? Verðum að veikur eftir bara 16 ára aldur? Er þetta ekki bara þunnur? Nei, ég er ekki hvað þetta heimskur, ég er bara veikur. Ok, hann er reyndar, hann fór upp á slís og allt. Nó, hann er slappur. Flensu. Já, helvits flensu. Slísó með flensu. Hvað sker på slísó? Nei, ég fór á læknavaktin, ekki slísó. Herðu, býttu, fórstu höfuð með í rúminu? Hvað skreiði upp í raskataður ekki? Nei, ég verið snöðu, verið þetta er þetta. Ári byrjar ekki vel. Nei, herðu, en gleðilt ár, þú ert hérna í beinni útsendingu FM 95 Blöð og við ætlum að lesa fyrir Völvuna hérna. Ó, frábært. Þetta er bara, þetta er sama Völva og í fyrra því að hún náði mörgu hárrétt. Þetta er svo að Blöðmundi sprauti inn og eignast barn. Það rættist. Það er nóg því. Það gerist. Og það er margt sem að Völvan spáði í fyrra sem bara var negla. Þannig ætla bara að lesa þetta. Ég er hommaklámi fyrir það. Það menn ég ekki. Gerðu það? Fókusum bara. Ég gera það ekki. En málið er, þetta er bara ég ætla að lesa fyrir þess sem Völva sendi mér. Ég bað hana bara að spá fyrir, sendi myndaðir og síðan bara hvort þið sáttu við þetta eða ekki eftir á, förum bara í það þegar þannig að og Völvan segir já, Ríkard Óskar margt svipað 2020 og 2019 hjá honum Rikka, hann mun grennast mjög hratt og fitna mjög hratt. Wow. En síðan segir Völvan að það þurfti reyndar ekkert bestu Völvi í heimi til að spá fyrir það. Þannig að það vissu það eitthvað allir sko. Ríkard dælir loksins í sig á árinu og Hvað sagður? þú dælir í þig. Býtast að segja mér að hann sé að fara að taka einn stera? Já, fer í eðlileg mörk í testosteroni. Já. Wow. Þannig að það verðist vera detta inn á þessu ári. En Ríkard ákveður að gera gott betur og keyri sér vel yfir eðlileg mörk. Þú ert bara að dæla það vel í þig, Rikki, að þú verður yfir eðlilega mörg. Ég veist að stendi sjá hana með það. Er það grínast? Þetta segir mér ég sé að fara bara að sprauta með steirum með það. Stera kökkull, heyrðist mér. Já, þetta er bara bestu fréttir sem við höfum heyrt, Rikki minn. Og síðan segir Völvan, eins og þjóðin veit þá var Ríkard nógu graður fyrir og fer þetta því í óeðlilegt ástand. Í framhaldi af því er náðast daglegu viðburður að hann sé gripinn í hristing á heimilinu. Valdís verður fljótt leið á þessu ástandi og skilur við Ríkard. Vá, heyrðu, hvað er þetta? Þetta eru hefi fréttir, maður. Rikki uppgöta svo bimman í þriðja skiptið, fær sér glæni tattoo, eigur testosteronskammtinn til muna og verður eftirsókn að vera til pipasett landsins. Ertu sáttur við þig, Ríkard? Ég nenni ekki ég nenni ekki að rífast við þetta. Nei, þetta er ekki bara flott. Þýttur ekki að segja mér að vera einhleip testasprengja? Fyrir að fyrsta, langar mér ekki að vera eitthvað sterahaus og númer 2, ég er ekki að vera að skilja á árinu. Herðu, býttu ekki bara að skilja, þú verður eftirsóttasti pipasett landsins, það er nú ekkert alveg langa til. Á geggjuðum bíl. Já, ok, frábært að ég er að keyra eitthvað testosteron upp í rjáur eða? Ertu sáttur eða ósáttur með Völvuna? Nei, ég ætla bara að fá að vera giftur áfram með ykkur sama. Ertu ósáttur?
Já, ég bara allt góður, sko. Ok, en Vonum þetta rætist ekki. Sendu ekki bara skilabóð á völuna, hann hafi ekki verið sáttur? Já, ég meina, þú veist, hann er bara rétt á því. Hann er bara sáttur, þetta er bara staðan. Gleðilegt nýtt ára ekki minn. Já, gleðilegt. Við þurfum að heyra í fleirum, ok. Þetta hljóma nú samt strákar eins og þetta sé rétt. Hann er heima veikur að hrista sig akkurat nú. Já, eina sem ég get til að lofa ykkur að mun standast þarna er að hann mun grennast hratt og þykkna hratt. Já. Það er bara hverju ári hjá ykkur sko. Herru, hver er næstur? Eigum að fara í Horny Tat næst. Horny Tat, ég til ég. Endur svo á Shit Joe. Jón Gunnar. Er það Horny Tat? Yes. 3. Jan. Bitubólu símtali mig. Er þetta þekkt við? Þetta er pop og kók, þannig að byrja ég bara. Er þetta eins og við köllum á íslensku? Er þetta gratt flúður? Glatt flúr. Flúr? Já, flúður, jésús. Flúður? Einhversu krakk og kann ekki að tala. Er það gleðilegt ár, elsku Jón Gunnar, og hvernig ertu? Ég aldrei betri. Nei, við því miður þá kom nafnið þitt hérna fram í Völvu FM 95 blöð sem Egil var að fá sent í dag. Tekur þú ekki bara orðið Egil? Jó, Jón Gunnar, sæll, þetta er Egilunniðin. Já, varst þú að fá senda Völvu, hvað, síðan 2016 eða? Nei, ég hafði bara samband við virtustu Völvulandsins og sýndi henni mynd af þér og ég fekk tilbaka á tölvupósti spá fyrir árið, ég vil ákveða bara að lesa þetta fyrir þig bara hvernig þið lístu á árið og séum bara spjölluðu saman kannski eftir ég búin að lesa. Þetta er góð Völva, hann er alvöru og Völvan segir ég get ekki beðið. Völvan segir hérna Jón Gunnar Geirdal eða Horny Tat eins og hann er kallaður heldur áfram að vera graðasti og svalasti pabbi fræga fólksins. Ói barasta. Pizzakóngurinn heldur áfram að fá ungu rapparna til að spila fyrir sig á Blackbox. Ungu rapparnir dýrka Horny Tat því hann er að mingla við þá á þeirra leveli. Þeir enda svo árið á því að kalla JGG pappa og þannig hámarki þegar Króli gefur út lagið Pappi og þar verður Horny Tat framan á coverinu graður og vel reiður. Ertu sáttur við Völvuna, Jón Gunnar? Það er reiður líka. Ég er að elska þessa Völvum. Þetta er nú aðeins betra fyrir árið síðan sko. Já. Er þetta ekki bara fínt? Já, síðustu 3-4 þá er ég þyngst ykkur 20-30 kíló merkilegt nokk verið áfram sköllóttur það er alltaf mjög Já, þú getur nú verið nokkuð sáttu við þetta. Ég meina, Rikki G, hann er að fara að lenda í skilnaði og fitnum hellinga kílóum og er að fara að hrista sig daglega. Hann var í vesinni. Rikki Fitni er elsta frétt í heimi sko. En ég verð að spyrja þig reitt sem að stingum með pínu þarna, Jón Gunnar, og ég verð að spyrja hvort á haldir að það rætist. Verður þú graður og reiður á árinu? Það er svo förðulegt kombo með. Heldur það þetta inn? Það er búið að bæta við hérna reiður ég þakka Völvunni kærlega fyrir það en ég þarf ekki að heyri í Króla fyrst að ég er sko graðasti og svalasti pabbi frægafólksins ég er vangir Það er rosalega teiti sem þú ert að bera þetta sko Þú veist hvað var það? Var ekki mesti hipsterinn 30 plus fyrir árið síðan? Já, þú ert alveg með þetta maður. Já. Graðasti og svalasti pabbi frægafólksins þeir eru fárveik. Þú ert sáttur í Völvuna, Jón Gunnar? Nei ekki? Já, með fyrir árið síðan þá ég gæti ekki verið sáttari. Glæsilegt. Hefur gott ár við dýrkum þig. Já, stórgóðslegt takk. Bye. Sko, það er ekki allir sem er ósáttur í Völvuna. Rikki var ekki sáttur, sko. Nei, það var bara Tett var glaður með þetta. Já, hver er ekki glaður að fá allt liðið þarna? Já, ég held að það verið 2-1. Ég held að það verið 2-1 til að sé Joe muni vera sáttur líka. Ok, það kom að þriðja og síðasta símtalinu og það er Shit Joe. Hello? Er það the man who loves sucking cocks? Ha? Er það Jóhannes Hallbjörns? Já, ég vil nú ekki kannast við CJ svona preferred nomenclature. gleðilegt ár, CJ. Já, þú ert uppáhalds Við erum búin að styrta þenni í Shit Joe. Já, Shit Joe, þetta var ljótt, ég tekið þetta tilbaka. Ég best afsökun á þessu. Meira að segja, Mr. C er búið að vera að virka vel fyrir. Já, Mr. C er Big rosalegt. C. Já, Big C. Já. Já, En hvernig ertu á nýja ári? ég er bara góður sko. Ok.
Jú, Sko, við erum að hringja hérna á þættunum því að við vorum að fá völvu í hús. já. Hún kemur álega og Egill í sambandi við einhverja rosalega völvu. Og hittum við stundum beint í mask. Já. Veitu, er það rétt skilið hjá mig þá að Egill sem tengiliðurinn við völvuna? Já, Hárétt. Já, ég er sambandi við hann. Þið hafið ekki hitt hana, þú veist, eða vitið svona... Já, ég sendi henni mynd af þér og með fullu nafni og sagði bara kottum með spá og hún sendi hann á mig og ég ætla bara að lesa þetta upp, þetta er bara e-mail og það er unni 1-1. Rikki var ekki sáttu við sína, Geirdal var sáttu við sitt ár, hann ætla bara að sjá hvernig þeir líst á þetta. Ég ætla bara að hefja lesturinn. Það er bara að spenna beltin, ég ætla að koma mér á jókamóti hérna. Jesus, bring it. Jóhannes Ásbjörnsson eða Cocksucking Joe mun halda áfram að safna veitingastöðum á árinu. Nær hann þeim merka áfanga þegar hann nær 30. veitingastaðnum á árinu 2020. Wow, það er ekki smá. Það er ekki flott. Já. En það er ekki eini áfangin hjá C. Joe, en hann mun standa undir nafni þegar hann getur sinni fyrsta titling á árinu. Þetta er að gróft maður. Mér það standur þér nafnir á. Skilur það svo í framhaldi við konuna. Vá, það er alltaf að skilja þessu. Hvaða völva er þetta? En þegar að C. Joe verður þungur yfir skilnaðanum þá lokkar hann sér bara heimabankan og tekur gleðið sín á ný. Ertu sáttur, Jóhann? Þetta völvan. Þetta búið. Er þetta ekki bara nokkuð svolítið? Hvað menn, þú varst bara bestið að segja mér þetta, ég þetta titling og that's it. Já, eignast 30 veitingastæði. Já, reyndar. Hvað þetta var svo snappi, 30 veitingastæðir, check. Bara, þú veist, blowjob, skilnaður, heimabokkur. Þú sáttu við mig? Þetta var bara verðstir húparið sem ég farið í. Hvernig svo líst þér árið? Áður en ég heyrði í ykkur bara náttu vel það nægt dundu vel í mig ég var fegin að heyra það var einhver að segja völvan hjá DFF að það væri bara 0,2% sem að myndi rætast. Já, það verður voða lítið okkur held ég líka. Þessi er mjög nösk. Ef að ég er að fara í mín fyrstu munnmörk þá mun það eiga sem þannig stað að ég verði einhver staðar rænulaus á einhverjum ástæðum og dett á prigg algjörlega meðvitundalaus. Það er eina atburð sem ég get séð fyrir og það væri mjög slæmt Það myndi dett á pínis. Það myndi það vel hugsanlega bjarga mig frá skilnaði að ég geti bara einhvern veginn útskýrt Já, þetta nátt að kaminu bara það myndi ekki trúa þessu. En ertu sáttur? Sáttu við mig? Sáttu við völuna? Ég sáttu við ykkur almennt en ég get ekki sagt að ég sé sáttur við þessa spán. Já, það var bara tvöitt en við dyrkum þig Jóhannes og eigum gott ár. Þetta var hræðilega völva fyrir hann maður. Já, heyrðu, hann er kostandi þáttarins og það er að ringja hann og segja að ég bara það hittlinga á það er ótrúlega að ég er bara búin að segja upp hérna þættinum. Þetta var völva FM 95 blöð þetta árið. Þú ert að hlusta á hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 blöð. Post Malone, Circles, klukkan orðin 10 en án 12 minútur við 5. Djöfull líður þetta rætt. Þetta er ekki hægt sko. Nei, og það er nóg eftir hjá okkur íslensk slúður og ég ber þar hæst að Helgi Rafael var í einhverju vesinu áramótin. Ég er mjög peppaður yfir því. Já, hann er að koma sterkur inn. En sko, strákars, með við þessa völvu sem var að detta að dinna þá er ég kvíðinn fyrir að heyra á eftir okkar völvu. Nei, þetta er bara þetta verður svipað og spurt og svara. Þetta verður spá fyrir árið. Smá fyrir árið, þú varst basically að segja bara að Jói væri að fara Það er alltaf fyrir skilnað. Nei, ekki allir. Þetta er bara vesenlendi völvu. Bara Rikki og C. Joe. Já, 2 af 3. En það er hins vegar komið að öðrum dagskrárlið sem er alveg afslæmur á völvan held ég og það er spurningkeppni Gilsarans og hvað var það? Verður við ekki að gera upp 2019, það er 3. jan okay. Klárum það bara, það ári frá, horfum fram á því
Og þú veist, þið áttu báðið frábært ár sko. Þannig ég Segðu mér setja Steindi, 50-50. langaði að vera King of 2019? Já, sko, þetta hljómar rosalega vel að blaði. Það er gaman. Já, það er gaman, en svo heyrir maður spurningarnar og þá fer maður að efast þetta. Ekki alltaf. Sko, þetta er Nei. Jú, mjög alltaf. random shit. Ok. Þú veist, þetta er bara áttu því að, veist, þetta er 10 spurningar, það er alveg að henda mér í þetta. Því að Já. við höfum ekki allir í heimilinu. En að, sko, það sé getur sjá, ég með, takk að sopa þessum ískalla bjór sér með hann. Hvað stendur í þér það? Rakaður inn shitload of cash Veit bara stund. árun 2019. Nei, Gerðum við það eitthvað? nei, það held ég ekki. Rakin shit load of cash. Já, ég veit ekki svona með tölur sem maður heyrið þá. Nei, Nei, ég held ég verði bara hendi nei líka þarna. við erum ekki bankamenn. Þetta er ekki mest að kæfta þessi ég hitt sko. Ég var bara að setja punkt á okkur báða þarna. Hvað mennur, þú er bara með 2 trúða þetta mótið sem eru bara bull í útarpinu? Shitload of cash. Veistu hvað En það er er ógeðslegt þetta- að segja bara já. Mismunandi einhvern veginn hvað menn kalla þetta. Já, það er mér að segja. Já, En ég set bara, það er bara 0-0 áfram gag. Já. Getur ekki bara Heldur grennið í við þig- Heldur í þig með Björga Tór 2019. já, Ó, það var það sem ég gerði. þetta er rosalega punktur maður. Þetta er á Stoney. þetta er dýrasti punktur sem ég fengi Já. í þessari spurningakefni frá upp. Það er bara ég verð að vera sammála því. Já, þakka þér fyrir Eil. Það er 1-0. Takk fyrir að rifja þetta. Blöð, þú heldur Besta ekki í gott þig með lífsins. Björga. Nei, Nei, ég nefndi Hann ekki. náði henni. Já, ég var meira en til í að detti það með Já, Björga þetta er Tór. rándýr Guð með punktur. góðum, mann. Já, Þetta já, hanga þetta- á honum eins og fluga á skít. Verður við ekki líka að vera fyrsti meðillin sem nær Björga í spjall? Já, Jú, hann kemur í FN95 blöð. Já, Tölum já. Við erum búin að peppa hann í 8 ár. Tölum bara um bodybuilding og Já. personal finance líka. Algjörlega, ég get nánast lofa eitthvað því að hann mun koma hérna í ár. Hættu að tala eins og sért eitthvað felli. Græja það. Já, málið En er finndu nýja vinnu. Það kæmur mér ekkert á óvart ef Beckham kemur með honum. Já, En einmitt. við sjáum til. Þá skal ég sjúa þig. Já, Ef að David Beckham og Björki Tór koma hérna í viðtal hjá okkur, Já. þá skal ég fara niður að þeim. ja, mér finnst bara mjög líklegt að Ok, mæta. Akkur ættir ekki að mæta. Þetta er nei, upp á ok. státtur Græja, Græja ég þetta. var til að sjá það, við ekki það. Já, koma þetta og tala um. Ég meina, sko, þú er að gera grein fyrir því að Björki er að fellow bodybuilder. Já, þetta var 200 í back. Nó sem að þið getur rætt um þar. Já, sko, þetta er verið 50-50 bodybuilding og personal finance. Hvar liggur Björki í enska, vitið það? Hann er aldrei Hann er gefið neitt búinn að út. spyrja Mjög líklega er Stendur hann. aldrei spurt hann. Nei, mjög líklega er hann Newcastle-maður. Nei. Eru næsta? Þetta sé mikill áhuga maður Nei, kannski ekki. Knastmyndu. Ég held að hann hafi bara áhuga á pening. Elskar að veiða á rakkinn. Já, veiða. Það horfður hann á fótbolta. Og fjölskyldun. Hann hangi með Beckham. Minnst mjög líklegt að hann sé smá mannjum. Já, kannski. Sprautaður inn árunum 2019. Sprautaður inn. Hvað stundar er kynlíf? Þú náttúrulega Teddy Blöð fættist. Þannig að það hlýtur eiginlega að vera þú sem. Nei, það er endur að það gera þetta þannig í dag að þú þarft ekki að... Já, þú meinar. Já. Eða þú hefði bara hendi í glas og fóruð í þá leið. En ég var það heppin að þurfa ekki að gera það. Þannig að já, ég sprautaði inn á árinu. Þetta er ógeðslegt. Hvernig þið orðið þetta. Sérstaklega því að maður hefur séð, ég var að horfa framan í Ted á hann. Og núna einhvern veginn ímyndaði mig bara sæðið það auðvitað. Já, já. Það er ógeðslegt. En þú Steindi, varstu Steinþór? að sprauta inn? Pottu. Já, sko. Ekki bara hangast á netinu. Já, ég hef ekki gert það, jú. Ég meina, frúin er óleitt. Já, 2-1. auðvitað. Gamlaður eitthvað árunum 2019. Já, því niður. Það er örugglega inn. Já, ég hugsi ég hefði nú hendi. Það er alltaf elda með enn eitt árið. Ég hugsa ég hafi nú, jú. Já, ég held ég hef kannski tekið 2-3 hendur, sko. Er það ekki? Sastu einhver tíman eins og kóngur á flöskuborði 2019? Ég held ég myndi Var þetta 2019? Það? Nei, býtu, þetta var kannski ekki Nei, þetta er bara flöskuborð. Já, Ég tala- sastu einhvern tímann á Er ég að flöskuborði? tala um sundluguna? Nei, ég hélt Bara kannski sastu bara eins og báður. Nei, þú Ertu hissa að við séum hissa á að sé ekki sundlög tengdu þessu Það er lög, spurningu? ég er unga þar að tala um það. Nei, Já, því að basically, þú talar ekki um annað en að ég sé á flöskuborðum. Þú heldur bara að ég sé alltaf á flöskuborðum. Bara hver einstu helgi. Jú, ég held að Steindi hafði einhvern mann dreifið með á eitthvað flöskuborð. Já, ég hef dreigð þig. Það er helviti góður. En já, mér minnir samt að einhvern hafið platað okkur 2 auði á flöskuborðum. Æ, það er potið gæst. Ok. Hvað er staðan í Það er þessu? 3-4, 4-3 fyrir Stoney. Björki Tór er að Þetta er hjálpa sko, þér. En betur, þetta er rosalega mjög stig í spennandi. pottum. 7 stig komin í pott. Fekstu það mikla heiður að fara erlendis með Gilsa 2019? Já. Það var a great honor að ferðast með þér. Býtu, fórum við ekki allir saman eða? Jú, jú. Já, já. Búin lazy. Já, var það í fyrra? Var ekki byrjuð mæ? Jú. Fórum við til AC í fyrra? Já.
Við förum í þetta hellhole á hverju árið Nei, mér fannst eins og að það hafi verið lengra síðan ég bara, vitið þið hvað? Það er engin annar í heiminum ég veit vorum að tala um þetta bara í hádeginu við höldum að þessi engin annar í heiminum sem er farið jafn oft til Atlantic City. Nei, 100%. Ég get eiginlega staðfest að það er engin Evrópubú allavega sem við gert það jafn ofta við. Ég held að Bandaríkjamenn er ekkert að keyra þangað. Nei, engin. En það eru ofta einir á röltinu þarna bara. Hvað eru alltaf að hanga þarna? Þú ert búin að fara 15 sinnum held ég. Ég get svo svarað. Það er engin þarna. Bara fólk sem einhvern veginn á ekki pening til að flytja fast þarna. Og fólki sem vinnur í kasínón. Ég sá mann í leðufrakka í jogging smellbuxum aska í hárið á úlingnum sínum í einum spilakassanum. Það var rosalegt. Það var ekki sjarmi við að líka en það var rosalegt. Þetta er bara þetta er poor man's Vegas. Það er 5-4 Fekstu jafn árun 2019? Þetta er svo ósmeklis. Ég bara manna ekki. Þetta er síka, við munum það. Vil ekki punktinn. Nei, það er ekki hægt að munna þetta. Það man ekki allt. Ég man ekki hvort þetta. Þetta er heilt ár. I plead the fifth. Mér finnst við verið búin að svara nóg og þetta við Þetta er ekki hálfað með keppnina. Hvað meinur það? Það lítur að vera búið. Nei, hvað er staðan eiginlega? Ef þið fáið báðið punkt þarna þá er 6-5 6-5 fyrir Steinda. Steindi, þú ert að taka þetta. Steindi með 6 af 6. Sko, nú er þetta alveg spennandi. Stóðstu þig vel í tímastjórnun á árinu sem var að líða og notaðir hádegið í sprengingar? Nei. Þarna er að koma spurning sem gæti gert leikinn svolítið spennandi og að ég skulle hafa gert þau risa mistök hérna einhvern tímann að byggja að hætta þessu djöfis að skefta það. Nei, það var 2018 minni mig. Það hafði dóttið hádegis sprengingi mín eins og kallar það ógett bara alveg. Þú getur jafnað þetta. Kissur í dóttíðina sko, þú getur jafnað sem kjaftaði maður. Þetta var hádegissprengingin var 2019 sko. Það er 6-6. Þetta er aldrei verið spennandi og tvær spurningar eftir. Akkur þetta koma punkti á hann er búin að svara nei. Hann sprengdi hádegin. Var það svo? Þetta er svo þægilegt. Ok, 6-6. Ég skil. Er þetta óspilna spurningar? Ég fatt það ekki. Sko, þetta er ok. Þetta er, nú verður það að vera herskilir því þetta er það spennandi, það er tvær eftir. Hristur þig árið 2019? Auðvitað. Punktur og blöð. Já, ég er 40 og kallmaður. Steinþór, varstu eitinn í herbyggju og getur niður þig og Ég er náttúrulega 75 ára gammal kallmaður. Þegar þú ert að gera þetta heima, þú ert inn í herbyggja að fara inn í bað. Það er bara 7-7. Áfram. Og þetta er, wow. Síðasta úrslita spurning. Og lokaspurningin. Það þurfa að vera completely honest. Já, alltaf. Myndur þú fara svo langt að segja að 2019 hefði verið hristingsárið mikla? Nei, bara aldrei. Það var 1993 hjá mér staðfest. Þá vinnur þetta ekki. Það var vinnustæðarhristing Steindi, var þetta? Já, hjá þér og þú ert king of 2019. Þetta var hristingsári miklu. Djöfisins kjaftaði maður. Takk fyrir. FM 95 blöð alla föstudaga á FM 957. Það er hárið FM 95 blöð með ykkur hér á þessum föstu degi og já, það er komin tími á, já, er það ekki mundur fyrir cash og svo er það íslenska slúðrið, voru ekki að tala um það? Herðu, sko, það er svo mikið eftir. Það er myndur fyrir kæsir eftir, íslenska slúðrið. Svo er helvítis völvan. Ég er enda kvíði svolítið fyrir hana. Ekki segja helvítis völvan. Þegar hún er að hlusta. Já, hún var ekki góð út að segja helvítis völvan sko. Var hjálp okkur félagunum. Rökkaði ekki eins og sko. Hún á eftir líka. En herðu, það er komið að myndur fyrir kæs. Og strákar, ég sé það í dag og ég er mjög spenntur að fá að heyra bara hvað þið hafið að segja um þetta. Ég vandaði mig mikið og þetta er engin vitleysa. Þetta er engin vitleysa. Herru, ég ætla bara að henda mér beint í þetta af því að við erum bara, það er hálftíma eftir og fullt eftir að gera hjá okkur. Já, völva og íslensk slúður. Ég er mjög peppað fyrir helgarafæl. Já, þá er það myndur fyrir kæs. Það er fyrsta spurning. Ef þið þyrftuð að fá einhvern til þess að vendla ykkur annarkvæð dag í 3 ár og þið fengið 300 milljónir fyrir það að vendla og maður ræðum daginn þegar þú veist að setja vendilinn í baby sko þegar Teddy Blöð var stíplaður daginn og þá setur þú vendil í rassin á krökkunum hleypir lofti og það kemur alltaf eitthvað með því
Myndu ég þurfti aldrei að vendla Evu á sínum tíman, ég þekki þetta ekki alveg nú. Er það ekki svo leiðis úti? Jú, það er þannig. Bara vendla krakkan. Og hvað fæði mikið kæst fyrir þetta? Þið þurftu að vera vendlaðir. Þið byggði ykkur að vendla ykkur. Sem er ógeðslegt. Já, mér finnst líklegt samt að þið myndu byggja konundar. Nei, ég er bara ekkert viss það. Ég held ég myndi freka byggja ykkur félagum. Þetta er freka bara Rikki eða ykkur sko. Bara vendlaðan. Borga félag. Hvað heldur að kona, veist, þetta myndi bara eyðileggja sambandið okkar? En þau getur náttúrulega alltaf farið í vendilinn beint eftir hægðir, þá kemur ekkert með, þá kemur bara loft. Má ég vendla mig sjálfur? Nei, þau þurftu að láta einhvern annan vendlikur. Þetta er annarkvöld dag. Annarkvöld dag í 3 ár? Já, það er, sko, ég prófaði að reikna þetta. Þetta þarf að vera helviti góð upp. Það er 300 miljónir? Nei, þið eru að fara að fá þetta, sko. Þetta eru 15 vendlar í mánuði sem gerir þetta 180 vendlum á ári. Setur þetta inn, losar loft. Þetta er eitthvað tekja 30 sekúndur koncept. Já, 10 sekúndur, svo kemur viðbjóðurinn sem er eftir inni. Þetta er svona eins og nánast, hvað heitir þetta? Stólpina, hvað heitir þetta? Jú, svona, ef hann kemur kannski. Það er ekki að losa þetta út, þetta er ekki bara... Jú, losar það sem er eftir. Jú, lofti og svo fylgir með viðbjóðurinn sem er án. Strax minna sexy núna. Ég held samt að fullorðnir... Hvað, heldur að maður að bjóða okkur til að vera eitthvað sexy? Losa smá loft og áfram gagn. Sko, málega, ég held að fullorðnir ráði samt betur við að þú ert að vendla þig, að koma eitthvað með því, kannski kemur bara lofti. Við þurfum að vendla eitthvað inn í einhverju partíi. En það er eitthvað hlustandi til að vendla sig. Nei, það þurft að vera eitthvað félag. En sko, þetta eru 540 vendlar samtals. Einu sem verður til í það er Sveppi. Við þurfum að plata hann í eitthvað ferð og vendla hann. Ég sko, ef við getum... Eftir 3-4 þetta plata hann í hvað sem er sko. Ég geti tekið á mig að vendla hann alveg, ég myndi ekki hikka við það. En strákar, þetta eru 540 vendlar á 3 árum fyrir, sko, þetta eru 300 miljónir. Þetta er life changing amount. Þú ert vendlaðar annarkvæð dag, þetta tekur 10 sek, sko. Ég held ég myndi ekki gera. Þetta er alvöru uppæð, sko. Þetta er 100 M á árið þarna. Jú, reyndar 100 miljónar ári. Jú, fuck it, ég myndi gera. Er það ekki? Þú myndi borga Rikka 50. Fyrir 10 mynda vinnu annarkvæð dag. Já, ég myndi gera þetta. Þetta er ekki eins og 10 mínútur. Nei, þetta eru 5 mínútur. Þetta er mjög rosalega þreytt að 10 mínútur. Hversu þreyttur ertu orðin á þessu eftir 2 ár? Já, en þú byrjuð basically bara að stoppa á rauðu ljósi, Rikka G á ljósunum. Þetta myndi lenda svolítið á þér eða hjá mér. Ég myndi alltaf beðið að gera þetta þegar ég er búin í ræktinni. Það er skrifstofu. Já, það ekki bara. Jú, örgulega. Nei, ég myndi að gera það fyrir þig, sko. Enda alveg vinur. Við erum ekki að missa útlim og þetta er ekki eitthvað sásauki, þetta er bara losa smá loft þarna og þetta er rosalega gott tímakaup. Þetta er vesen og niðurlæging. Sænaði minn. Já, mér líka. Herru, þið takkið þetta, 300 kúlur og þið eru vendlaðir. Já. Ánæði með þetta. Svo myndi ég bara flytja eitthvað og hafa það kósi. Já, en ég er ánæði með þetta. Það byrja mjög vel. Þá er næsta. Myndur fyrir kæs, önnur spurning. Myndu þið verða vegan sem eftir er fyrir 200 miljónir? Vá, það er fólk að gera þetta, það er ekki krónuverð. Já, það er margir núna í vegan janúar og ástæðan fyrir að ég er að bjóða góðan prís á þetta er að ég veit að ég elskar að fá sér steik og rauðvín. Ég veit að þú elskar líka og elskar sérstaklega að fá pítsu og rauðvín. Já, þú getur alveg ekki vegan pítsu. Já, en nú er ég bara að spyrja, myndu þið hendi ykkur á veganlestina og þið mættu aldrei borða kjöt aftur fyrir 200 miljónir. Já, og teknikli held ég að þetta er líka bara, ég sko var alltaf að horfa okkur heimil, er þetta ekki bara, nú ert þú næringafræðingur, er þetta ekki bara gott fyrir mann? Það er ekki næringafræðingur, íþróttafræðingur en þetta er svona, þú veist, sami. En ég er sérfræðingur. Þú getur gert þetta healthy, en það er ekki fyrir hvert sem er að gera þetta healthy. Þetta er svo lagergómurinn myndi líklega klúra því að vera vegan eftir einhver smá tíma. Þannig að þetta er alveg vesen ef þú ætlar að láta þetta ganga. Já, en ef þú tekur, þú bara passar á og fáir allt svo þar sem, það er alveg vel plana og ætlar að gera þetta mjög vel. Ég held ég myndi gera þetta, veistu af hverju? Það er svolítið kokkunum byrni Vodafone að þakka. Því að veganréttindin uppi í mötuneytinu er alltaf geggjaðir. Já, ég fæði alltaf smakk líka. 200 miljón, ég segi já. Þetta er ekkert mikið vesend og var í öllum búðum sem þið vekar eftir allir veitingastöðum 200 kúlur, ég segi já. En sko medium rare nautalund. Það er ekki svo að geta hann á hverju kvöldi. Red wine. Eitt af markmiði mínum árið 2020, áramótaheitum, eitt af mörgum var að ég ætla að minnka kjöt. Nei, bara að því að maður verður bara þreyttur að ég tóð mikið kjöt. Þó sér bjúa núna. Já, ég ætla að borða kjöt. Ég er enda að borða ekkert svo mikið kjöt held ég. Ég borða rosalega mikið kjúkling. Já, kjólinn, hann verður bara kjólinn. Kjólinn er farin og getur ekki fara á to mash lengur. Nei. Og nema að fá þig pad thai núðlur mínus kjúkling. Já, ég myndi gera það bara. Og það er, oft þegar maður er vegan og maður er svolítið komin í high carb, ég er með hrifin af low carb og þess að segja nei.
Ég segi já, fyrir 200 milljónir 200 kúlur, Auður Blöndal verður vegan, Egill segir nei. Það var þriðja og ég vil að þið stoppið aðeins hérna og velti smá steinum hérna. Mynduðu skiptum hárgreiðslu fyrir 500 milljónir og þið megi splitta þeirri upp að eins og þið viljið. Skiptum hárgreiðslu? Þetta er ég á sköldóttur það. Já. Og Blöð kom með My Beautiful Stripes. Þetta er náttúrulega léttast að svara í heimi fyrir mig. Ég myndi alveg þykja hárið á að gilsa það. Segðu já, að 250 mann. Ég þarf að fá miklu meir en 200 þetta er ekki 50 dýl sko. Ok, þú farið 400 og ég farið 100 þetta er að vera Við þurfum að vera reynskilinni, þetta er 400 dýl sko. Já, ég myndi lána að skera þetta fyrir 450 út í það að fara. Þannig að Auði var vel strípaður og þetta getur 499 eina. Jafnvel. Djöfull væri það að fyndi að ég væri komið með þykkt og gott hár og þú væri sköllóttum maður. Ég meina, hvernig... Þú var að stríða mér alltaf enn á föstu. Hvernig þið spurt að svara þér? Þú myndir ekki eiga neitt. Það verður engin hamstur að fyrirbara sér eða neitt. Bara allt í comedy myndi deyja ef ég færi hárigreiðslu. Þú ættir ekkert. Sko, ég held að Egill er rosalega vígalegu sköld. Það er svolítið skeri. Ég ætla að svara fyrir okkur báða við segjum já. Já, þú tekir milljón og hann 499. Hann valdi þetta fyrir mig. Já, ég meni vestafalli enda ég í 10 skalli. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það held ég, elsku vinnir, þeir að hlusta á FM 95 Blu hér á FM 957. Það er fullmannaði bátur og við erum í hættulegum gýr. Þetta er búið stemning. Rúmlega 20 mítur eftir þessum þætti. Þetta gengur bara ekki. Þetta er fljótt að liða. Við þurfum að fara að henda okkur í 4-5 tíma session. Það ekki? Já, líka bara langt sem við hittumst og svona, við erum nóg að ræða. Já, það er nóg að gerast þetta og ég er svolítið kvíðin fyrir næsta dagsfóli. Það er Völvan. Já, það er að fara það núna. Já, hún snýr aftur. Já, þetta ég let spá fyrir ykkur. Já. Vil ég taka, það ekki farið það? Jú, ég held að bara þessi komið tími á Völvu. Og maður heyra það. Já. Og svo er, íslensk slúður í fyrsta sinn í langan tíma. Alltaf gerast í þetta hérna. Já, ég langar til að heyra það. Sko, þetta er, ég byrja bara að stenda. Já. Þetta er á Blöð, nei. Ok, og ég ætla bara að minna ykkur á, ég er bara að lesa, ég er að opna e-mail núna. Þetta er... En hvað hérna, en getur þú sagt okkur hvað Völvaðin heitir? Já, það er bara reyni að, þú veist, hún er svolítið að gera þetta behind the scenes og það var frábært þegar hún myndi bara, veist, þetta er ekki, þetta er svona Völva sem vill ekki aðteglum, sko. Kalla mig Völvu. Og hann segir, Steinþór Hróar mun ótrúlegt en satt toppa 2019. Já. Margir eru að tala að það væri ekki hægt. Þetta verður peninga og jafnvel árið mikla á Steinþóri. Hann mun auka tekjurnar sínar verulega og verður lang tekjuhæsti listamaður landsins. Skilur aðra listamenn eftir í reiknum. Steindi höndlar þetta peningaflæði misvel en hann verður mikið fullur á virkundugum og flöskuborðum sem hann hafði helviti byrjaði þetta einhvern veginn vel og þetta farið strax einhvern veginn síðan segir hún sem hann hafði hingað til einingu skert helgar hann setur upp dinner með nýja besta vini sínum Björga Tór og Björg Gils og Blöð með og heipitu það var mjög gott já við vorum að tala um þetta þetta er líklegt Bekka mætir og það verður mikið hleið Þetta er tekjublaði kemur úr 2020 þá er mikil öfund í menningunni á Íslandi út í Steinþór sem hann mun standa þá í celebrity beef við aðra láttekju listamenn landsins ekki Seth Sharp, ekki segja það En hann huggast við það að Björgi Tóri vinnur hans og svo leitar hann mikið í flöskuna þegar erfiðleika kom upp Sáttu við mig þetta? Nei, ég er alls ekki framir Þú basically að segja bara Þú verður þvílíkt tekjuhár Að ég verður bara dagdrykkjumæður Allt árið En ákveður skiptir hann yfir í virkata? Ákveður skiptir hann yfir í virkata? Það sagði ég væri bara á flöskuborðum helgar En núna fer ég bara í flöskuna alla það En ákveður ætli það sé? Nei, bara kannski þetta tekjurnar voru aukast og veit skilja hvað hann það gera og ofpeppast Já, bara aðri listamenn bara láta mig heyra það Það sem gerist í Hollywood þegar leikarar höndloft ekkert rosalega skrítið og myndi sitja á virkum degi eitthvað stær með flösku Já, það væri bara viðbjöð Já, nema að sé eitthvað í gangi, sko Þegar þú ferð á virkum degi það færði kannski klassik eitthvað í gangi það þurfti að vera eitthvað helviti mikið í gangi sem að væri bara í flöskuborða á miðvikudegi Er þú sáttur þetta? Nei, ég er, sko Sáttu eitthvað aðna? Já, ég sáttu nokkra punta Ég er mjög ánæður með FM 95 Blöð matabóður Þetta er ekki að skilja og neitt, þetta er ekki þess að það sé, sko Já, ég er bara sáttur Auðun Blöndal, hann sprautaði inn á árun 2019 og átti heilt yfir frábært ár Þetta er agalegt Þú ert ekki að segja hvað er að gerast á þess ára? Nei, ég bara, hún byrjaði þetta svona Hvaða Völva myndi byrja svona? Hann er þetta fáum artistum sem tekist hefur að fylla Sjallan og Akureyri Þetta voru mjög gott ár hjá Blöð
En vinir hans hafa fljótt áhugjur á honum því að hann að skrópa mikið í hádegismat. Blömun eiga marga bókaða fundi í hádeginu en mætir ekki á einasta. Þar Blö einfallega á baki. Hann mun svo markasetja þetta konsept og bjarga samlífi 1000 Íslendinga sem róð þreyttir til að stunda samlífi á kvöldin. Mun Blö gefa út bókina Hádegismatur, nei hádegisjafl og það verður að sjálfsögðu bestseller. Blö mun þarf taka toppsettið af Arnald og Yrsu. Blö, þetta sáttur við mig? Nei, þetta var bara ógeðslegt. Allt saman. Það var ekkert í ágætt við þetta. Ekki neitt. Steindi fekk allavega rakin pening. Hvað fekk ég? Ég sprautið inn á síðast ári og sé að kjóta eitthvað kynlífsbók. Nei, þú ert Jappbókin er að fara að seljast í 15 og steindugum meira en Yrsu og Arnald er út að fara rakin. Ég myndi ekki gefa út þessa bók at gunpoint. Bara aldrei. Fólk er að kvarta. Hver er að kvarta? Það er svo mikil hraði í samfélaginu. Ég er ekki að hlusta að lesa pistla eftir sérfræðinga með þetta í dag að fólki kemur heim búið á því bara út að streitu og stundar lítið samlíf á kvöldin bara út að álægi. Já, ég er að fara að bjarga því. Nei, menna. Hádegi er kannski bara nýja kvöldið. Er þetta ekki frábær hugmyndið? Nei, er völvan búinn? Já. Var ekkert spáð fyrir þér eða? Verður jafn heimskur og leðilegur á næsta ári eða? Ég líka bullið maður. FM 95 Blö, alla föstudaga á FM 957. Það rétt fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og ég veit að það eru örugglega margir búin að bíða eftir næsta dagskrárlið. Allavega ég er búin að bíða spenntur eftir honum því að hann hefur ekki verið lengi og hann heitir Íslenskt slúður. Það er komið að slúðri. Herðu, ok, sko. Já, það er náttúrulega gekk mikið á 2019. Já, varst að fá mikið sent? Já, ég er búin að fá mikið sent og sérstaklega þegar svona dagskrárlið fyrir pásu þá fyllist algjörlega inboxið. Já. En það var þessi móli sem var svona, já, kom á mörgum áttum. Eitt sem stóð upp úr og það var meira segja sko maður úr fjölskyldunni. Þetta kemur úr Instaring. Ok. En það er engin annar en ef við ekki bara byrja á Helga Rafael. Endilega. Já, ég er spenntur. Maður er ekki heyrst á hana lengi. Nei, og en hann er svo sannarlega á landinu. Já. Það er alveg gefið. Þetta er hann mikið í Noregi? Já, hann er náttúrulega með annan fótinn í Noregi. En með hina löppina hérna í Reykjavík og hann hendi áramótatrykk sem var rosalasta atriði sem gert bara hefur verið í galdraheimum. Var þetta ekki vel í það? Já, við komum að því. Okay. En sko, eins og ég segi, þá er hann alltaf hálfnorskur. Og en á stóra fjölskyldu hérna heima hálfur Íslendingur og hálfur normaður, sko. Já, en hann er hérna tengdur hérna Íslandi í gegnum móðurætt. Og aðri töframenn í fjölskyldunni sem er kannski óþarf að nefna þetta, þeir mætti ekki. Okay. Og þeir mætti ekki út á honum. Það eru margir töframenn einnig fjölskyldu? Já, það er búið að vera bíf. Þeir eru tveir. Og það er búið að vera bíf og hann hefur alltaf sagt hann sko Helgi að hann sé the original. Hann náttúrulega er eldri. Og þarna voru fullt af fólki í veislunni, fullt af krökkum og krakkarnir voru svo spenntir að sjá hann líka. Krakkarnir sko þegar fóru sko þeim langaði svo að sjá hérna eldveskið og fljúandi borðið og dúurnar, þetta er allt hans trikk, segir hann sko. og spilagaldra og fleira og hérna, en hann var bara ekki að mæta og mætti ekki í matinn og fólk var eiginlega svolítið búið að afskrifa hann. Og krakkarnir leiðir sko. Það voru það og maturinn var búið og skaupið var búið og allir farnir einhvern veginn út að sprengja, klukkan var að detti í 12 og þá heyra bara allir hrópað. Þú veist, hann er náttúrulega stjarni þeirra og líta mikið upp til hans. Eldraliðinu, leist ekki rosalega vel á þetta. Þú veist, hann var í grænu samfesting með myndir af svona kóngulóm og kónguló af vef og náttúrulega með sítt hár í tagli sem er þund en heldur í það og með kónguló tegið í því og svona. I'm back in town baby, I'm the bad boy of magic, segir hann. Það bara tjúlast allt og sem ég gef honum samt alveg, hann er það. Þú veist, ef þú horfum á aðra töframenn og svona warlocks þá er veist, Einar Einstaki, Jón Arnór litli töframæðurinn, Ingo Dimma, Wally, Bjarni, hann er the bad boy of magic. Veist, og það verður eiginlega bara að gefa honum það. Og hvað gerði það? En alltaf, já, og hann segir, vil ég þess að fokkin galdur og heimsmæli hvaða, eitthvað sem enginn þarf að gera nema ég, Helgi fokki Rafael Hagen, segir hann. Það er nost ættina frá föður hans, hann notar það sjaldan. Hagen, það er þegar hann er að fara að gera eitthvað geggja og
hann lítur á klukkuna, hún er 10 sekundur í 12 Hún er bara alveg að verða Rennir hann niður gallanum Þú veist, það tjúlaðist allt Rennir niður gallanum og lásin er aftan á Þetta er helgali Þannig að þú veist, hann rennir honum niður bara í einni hreyfingu Úr honum Það var bara allsberg Og það var hann búin að binda butterfly-sprengju Við getnaðarliminn á sig Og það er svaðilegt kvikindundrónu líka Ágrís, þetta var sko af hans eldi Bara þegar hann sá stikkið á honum Eldri kall Og svo er hann með raketuna Í teygju við tippi Bara svo í bandi Og kveikir á butterfly-sprengjunu Og hendur í þyrluna Snýr félaganum bara í ring Og raketan bara með þetta þú veist, hafi ekki séð þegar fólk er nú að stjörnuljósi ringi þetta var þannig, og svona eldringur úr kveikithræðinu og fjölskylda var brjáluð það var náttúrulega fullt af krökkum náttúrulega og þú veist og hvað? Þau eru með hlýðagleru, sagði Helgi Þau voru náttúrulega að tala um að því að hann var bara titlingum sko. Hann skildi það ekki og svo þegar sprengja var við það að springa hún var alveg bara þráður hann var bara komin alveg út í enda þá klippir hann á spottan og leið bara leið og félagi vísaðu raketan fer 5 metrur fyrir ofan hann og springur svo tekur hann var búin að festa kynverjabelti við rassin á sig var bara búin að klemma það í skorunni rífur kynverjabelti fram sprengir það fyrir fram að sig og hverfur í reikning það var það sem var að gerast þarna Ég vil að sjá þetta atrið Já, þetta var rosalega atrið sem sést hefur bara í galdramanna heimum Og hvernig tók fólki í þetta? Já, sko, krakkandi dyrkuðu þetta en fannst þetta alveg hrikalega flott atrið en fullorðna fólki En þetta okkur var að nöskra þau eru með hlýðagleru Já, því allir voru brjálæri þegar maður nægir Já, sko, hann alltaf, já, sko fólki fannst náttúrulega sko óviðandi að hann væri á titlingnum en hann var náttúrulega bara að hugsa, þú veist, það er allir öryggir þetta þú veist, sprengan ef butterfly-raketan springur í áttina ykkur það er allir með hlýðagleru Já, leta hann alla setja gleru á áður hann Já, hann leta alltaf að vera með gleru hann er alveg varkað sko. Veist, hann er ekkert alveg rugglaður Ég myndi að bóka mig á gig Þetta er einhver smá trikk hann er besti töfur á Malandsins það er 100% That's bad boy of magic Við þurfum eiginlega að bóka hann bara á afslátt FN 95 blöð Já, bara 100% Fyrir eitthvað gig Þetta er svo bara Fá hann með okkur í sjálfan eða þjóðutíð Svo er ég náttúrulega með fullt af mólum þetta Nú, það er ekki bara eitthvað meira Já, sko, svo er ég náttúrulega með náttúrulega voru áramót og það voru allir að fikta við sprengjur og borða mikið að söldu mat Ég er með Sigur Hlöðversson dagskrákjara maður Nei, þetta er gott Það var flosslúður hér Það er búið að setja stopp á þetta Er hann lifandi? FM 95 Blu Það er þeirra að hlusta hér á FM 95 Blu á FM 957 en það er eiginlega bara sko með að lokum hérna hjá okkur drengjum klukkan er bara 6 á þessum föstudegi hér á FM árið 2020 og já, verður þetta ekki bara fínt ár drengir og geggja, heyrðu, ég sá ég sá á netinu að Teddy Blöð hafi tekið sína fyrstu innkomu hér á FM hér á FM, já, hann var mættur nú já hann þurfa að vinna en eftir hvað ekki segja 12-13 Ok, kallmat, hvenær haldið þið að Teddy Blöð byrja að vinna þetta? Ég held að hann byrja aldrei að vinna Ég hugsa hann farið eins langt frá föðu sinum og hættir og ég vona það Ég ætla að gíska að hann verið svona eins og Ray Liotta í Goodfellas hann verið svona farin að hanga með eldri FM-köllunum með ungur þegar að senda hann í verkefni ná í gefinspítsur og svona út í bæ svo er hann byrjað að tala í mækinn svona 12-13 Þetta Teddy Blöð verði þetta eftir eftir ykkur ár hann verður kannski entrepreneur skástu comedian eins og Blondell Stílingur entrepreneur Hvernig er helginni okkur? Róleit? Helginni er bara geggjuð Ég er með nokkru félögum að reyna að skipuleggja okkur langar svolítið að taka nördaköld, annar kvöld á laugardaginn Hvað gerir það á nördaköld? Og þá erum við að stinga upp á sko, okkur langar svolítið að taka borðspil kannski eins og risk eða eitthvað svona Risk er geggjast Já, eitthvað sem við þurfum kannski ekki alveg að fara Já, eða það, eitthvað sem við þurfum kunnum kannski sem við þurfum ekki alveg að fara að læra frá grunni því okkur langar líka Ég var að finna Nintendo 64 töluna mína Sko ég er búin að vera að spila Super Mario Bros Já, þú fekst Nintendo NES í jólækjum Já, rosalegt Velkomin í nördaklúbin maður Ekki Gaf þér 1 kvöld Ertu ekki bara Punch-Out? Gafstu upp? Jú, ég er með Punch-Out Jú, ég eftir að prófa hann Þú sendið mér að prófa hann Bara greatest game of all time sko En eiginlega rólega þetta þér Nú alltaf er
Janúar törnadettin, hann að það er svolítið álag og fjárþjóla.is núna á næstu dögum Og ég er að koma feitulungar Ég er að koma þjóðin á stað Já, alla Ég er með bodybuilding-spjall á Íslandi í dag við Kjartan alla og eftir Þannig að þessum að byrja á heilsu árið þá bara kíkja á það og sé ekki að fólk alltaf heyrt í mér og vantar aðstóð Þú varst að segja mér smá frá þessu áðan Mér fannst þetta spennandi Já, ég var að lesa pistilin á hann Já, ég mæli með því að fólk horfi á þetta einslag Ég ætla að gera það Ég talaði við Kjartan alltaf í 40 myndur Þetta er 12 myndur einslag Þannig að hann þarf að kötta eitthvað niður Það er að gera það vel, þetta er fagmaður Hefur áhyggjur á Íslandingum? Já Já, ok 1/3 af þjóðin er að greinast með sykursýki 2 Já, það er svo leiðis Hann er gott komið með það eða forstig Ég er bóttið eitt af þeim með forstig Ég myndi gera ráð fyrir því Ég myndi bara líka að gera ráð fyrir því Borða saltan mat og ég svona Það eru bara í heilsuvarsmælingu hjá lækni, sendu mig niðurstöðunar ég get sagt eitthvað þar þetta og sem bara rífið í gang Eins og við komum inn á í byrjun þáttara þá er dansinn, allir geta dansaði frí í kvöld en byrjar aftur næsta föstudag Við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag Við verðum mættir hér allir 3 næsta föstudag og bara í góða helgi Hlaðvarp FM 95 Blu